Já, við hefum þá fund að nýju og erum að ræða hér fundagerð íþrótta- og tómstundunefndar Mosfellsbæjar frá 25. mars á fundi númer 244. Umræðum lokið mál númer 2, það voru aðeins 2 mál á dagskrá, en forseti gefur orðið laust. Ykkur að fylgjengur í glugganum hérna, spjallinu. Það birtist ekkert nafn þar. Þannig að forseti lítur svo á að umræðum sé lokið á þessa fundagerð og við göngum til atkvæða. Þessi staðfesta, já, það var reyndar afsakið, það var óskað eftir því að greiða atkvæði sérstaklega mál númer 2 og þá gerum við það. Þessi staðfesta niðurstöðu, greiða tviskur lagið, byrja á númer 2, þessi staðfesta niðurstöðu mál númer 2 eru bennir að jánka því. Það er bara mál númer 2 núna. Það eru allir búin að greiða atkvæði, er það ekki? Það er nú við. Talning stendur yfir. Það eru 8 atkvæði, 8 já-atkvæði og 1 situr hjá. Þá greiðum við atkvæði niðurstöðu í mál númer 1. Þessi staðfesta niðurstöðu bæjarráðs í þessu, bæjarráðs, íþrótta- og tómstundunefndar ætla ég nú að segja, eru bennir að jánka því. Það er aðeins mál númer 1 núna. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Og talning, allir búin að greiða atkvæði. Það eru 9 atkvæði. Þá förum við í næstu fundagerð. Það er menningar- og nýsköpunarnefnd sem hélt fund númer 27. Þessi fundur var haldinn 30. mars síðastliðinn og þar voru 2 mál á dagskrá, eins og hjá íþrótta- og tómstundunefnd og forseti gefur orðið laust. Forseti hefur sett sjálfan sig hér á mælendaskrá og mér langar aðeins sem bæjarfulltrúi að ræða fyrsta mál eða fyrra málið þarna á þessum ágæta-fundi. Það er ársskýrsla héraðsskjalasafns, bara vekja athygli á þessari skýrslu. Þetta er sem skýrsla fyrir síðasta ár. Unnin af héraðsskjalaverði, Þuríður Mjöll Sigurðardóttur. Vandaplagg þar sem að héraðsskjalavörðurinn fer yfir starfsemina sem ég tel vera mjög góð og gilda hérna í Kjarna. Mikil menningarverðmæti ómetanleg sem að nýtast við svo margháttaðan mörgum hætti. Sérstaklega athygli vekur þegar maður gluggar í þessa skýrslu er kafli sem heitir miðlun sem að mér langar nú að vekja sérstaklega athygli á. Því nú er héraðsskjalasafn mjög mikið að rafvæðast eða skanna inn myndir, ekki bara myndir, gamlar fundagerðarbækur og hvaðeina og það héraðsskjalasafn fekk ríflega styrk frá ríkinu til þess að vinna að því og það hefur verið gert og það er alltaf meira og meira sem er sjáanlegt á vef safnsins. Þetta vildi ég segja þetta ágæta safn, héraðsskjalasafn Mosfellsbæjar. Og það eru reyndar 2 aðrir bæjarfulltrúar búnir að biðja orðið. Það er næstur tekur til máls þá Sveinn Óskar Sigurðsson ársskýrslu héraðsskjalasafns. Gjörðu svo vel. Takk fyrir forseti. Já, ég vil nú fá einnig að bóka þetta mjög jákvæða bókun til þeirra sem starfa þarna og Þannig fer fram mjög góð vinna. Þeir eru meðal annars með vísindavefinn Braga og þetta er samverkefni skjalasafna, Árnastofnunar og fleiri. Ég hef nú viljað kannski að þetta myndi heita vísindavefurinn Bjarki, en það er svona annað mál. En þessi vinna sem er þarna á flokkun, hún er gríðarlega verðmæt og er öryggisatriði einnig, sagnfræðilegt og öryggisatriði.
Þannig að ég boða bókun og ef aðrir vilja vera með á þeirri bókun, þá það bara sjálfsagt mál. Við höldum áfram með mældaskrána, Vísnavefurinn Bragi, heitir þetta. En Stefán Ómar, þú varst búinn að biðja orðið. Forseti, takk fyrir og ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég vil líka þakka fyrir þessa skýrslu, forseti, með svona svipum hætti og þú gerðir. Þetta bara vel unnin skýrsla og starfi sem fer fram í héraðsskjalasafni alveg gríðarlega þýðingamikið. Ég hef nú áður haft orð á því að það skipti okkur öll máli og það svona spurning, ég veit líka að það margt óunnið í safninu og þess vegna orðaði ég nú daginn hvert að það væri hugsanlegt að við getum gefið þarna eitthvað í með viðbótar starfskrafti vegna þess að það mikið óunnið, óflokkað, en það sem komið og það sem héraðsskjalavörður gerir alveg til mikillar fyrirmyndar og bara ég færi bara safninu og héraðsskjalasafni bestu þakkir fyrir þetta. Takk. Já, Sveinn Óskar Sigurðsson, bæjarfulltrúi, aftur orðið. Já, ég ætlaði bara að leiðrétta mig áðan. Þetta auðvitað vísindavefur. Vísnavefur. Vísnavefur, já. Bragi, eða ekki. Já. En þetta virkilega gott verkefni og allt þetta starf sem fyrir þarna fram. Það ef ekki fleiri hvatt til hljóðs. Þá umræðum lokið þetta mál. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson var búinn að boða bókun og ég ætla að biðja hann að setja hann inn. Hún komin í gluggann, spjallgluggann. Og forseti ætlar að lesa hana hér upp í heyranda hljóði. Bókun Sveins Óskar Sigurðssonar. Fulltrúi Miðflokksins í Mosfellsbæ fagnar því góða starfi sem unnið við forvörslu gagna hjá héraðsskjalasafni Mosfellsbæjar. Rétt að huga verði að þessu mikilvæga safni og því ávallt tryggð viðunandi aðstaða til lengri framtíðar. Þetta ertu búinn að senda á ritara líka, þetta ekki, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar? Það komið til ritara, þetta ekki? Já, heyrðu, þá búið að afgreiða þetta mál, þannig voru reyndar 2 mál. Það er rétt að gefa orðið laust. Bókunin komin til ritara. Það kveður sig engin frekar hljóðs þessa fundargerð og þá getum við gengið til atkvæða, bæjarfulltrúar. Þeir sem staðfesta þessa fundargerð bennir að jánka því hér, atkvæðagreiðsla stendur hér yfir og talning jafnharðan. Allir búnir að greiða atkvæði. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá þriðja og síðasta fundargerð þessa fundar, það að segja fundargerð frá nefndum bæjarins. Það skipulagsnefnd sem hélt fund hérna í Helgafelli, sýnist mér samkvæmt fundargerðinni. Aðrir fundir nú fjarfundir á þessum einkennilegu tímum. En 30. mars var haldinn fundur í skipulagsnefnd Mosfellsbæjar. Það var fundur númer 537 og 12 mál á dagskrá. Og forseti gefur orðið laust. Afsakið forseti, það þarf að leiðrétta þetta að þessi fundur var haldinn í fjarfundi eins og aðrir fundir stjórnsýslu Mosfellsbæjar. Ég var svolítið hissa en ég rækkaði hún í þetta. Já, það þarf að leiðrétta þetta. Þið voruð ekki hérna klukkan 7 morgun dags í Helgafelli. Gott og vel. En það kemur ekkert nafn fyrir. Það ekki að bóka það, að laga fundargerðina? Jú, þau þarf nú að gera það.
Kannski ég ætla rétt að spyrja ritarann að því. Já, tökum örstutt hlé. Ritari, getur aðeins gefið okkur hérna gert hlé?